Jæja, nú komið að því að kíkja svolítið á þetta deilitorg samspils sem að er nýr vefur sem við ætlum að taka í notkun í tengslum við samspil 2018 og fyrir þá sem að þekkja Reddit að þá þetta uppbyggt svolítið svipað og hann og þið ættu að geta áttað ykkur fljótt á hvernig þetta virkar. Ég ætla bara aðeins að renna í gegn bara hvernig þið skráið ykkur og síðan ætla ég aðeins að skipta glugga hérna og sýna ykkur hvað við gerum inn á deilitorginu. Þannig að bara til að nýskrá sig að þá þurfum við bara að fara hérna og smella á innskráningu og þegar við gerum það fáum við þennan glugga og ef við erum að skrá okkur í fyrsta sinn þá smellum við á nýskráning, skráum inn þær upplýsingar sem við beðum hér. Mikilvægast netfangið og velja notandanafn og lykilorð sem þið munið. Og þegar þið eru búin að því að þá smellið þið bara á nýskráning og þá fáið þið sendan tölvupóst með frekari upplýsingar hvernig þið farið inn á deilitorgið. Og þegar þið skráðu ykkur inn á deilitorgið að þá ætti þetta að líta nokkuð svona út og þið sjáum meðal annars að hérna þar sem að stóð innskrá núna svona hnappur með pluss og ef að þið eru ekki með glugga sem svona en eru inn á samspils vefnum að þá getið smellt hérna á deilitorg samspils og þá farið á aðal síðu deilitorgsins. Nú aðalmálið með deilitorgið að við erum að deila efni sem að finnst á netinu með öðrum og síðan erum við svolítið að meta það og hérna sem sagt hversu gagnlegt það og að jafnvel að vera í einhverjum samræðum við aðra. Og ástæðan fyrir því að við viljum opna þennan vef að auðvitað eru kennarar mjög duglegir að deila efni og eru að gera það á Twitter og eru að gera það á Facebook og jafnvel á Pinterest og öðrum miðlum og það allt gott og vel en kannski það sem að gera þetta svolítið erfitt fyrir okkur að þessir miðlar eru það dýnamískir að það sem að verið að pósta það oft hverfur mjög fljótt og grefst svona undir nýjum athugasemdum eða nýju efni sem verið að deila. En hugmyndin að með þessu að þá getum við flokkað þetta og þetta metið og það sem að þykir gagnlegast ætti alltaf að rísa upp á topp. En fyrst og fremst, svona aðalmálið, að það hvernig við förum að því að deila efni og það bara mjög einfalt að við smellum á plussin og þá fáum við glugga að senda inn færslu og aðalmálið hér vefslóð og nú ætla ég bara einfaldlega að deila hérna inn á deilitorginu UT-torginu góða sem ég vona að allir þekkja og þá bara kópera ég hérna vefslóðina fer síðan aftur inn á deilitorgið lími henni inn þar sem beðið vefslóð og nú get ég gert eitt að ég get smellt hérna á sækja titil og lýsingu og þá reynir vefurinn að fara inn á þessa vefslóð sem við erum að deila og athugar hvort að hún geti fundið titil og lýsingu til að setja inn fyrir okkur. Það gengur ekki alltaf upp en það má prófa það. Og í þetta sinn að þá við komum með nafnið og örstutta lýsingu og við getum bætt við hérna vettvangur starfssamfélagskennara upplýsingatækni í námi og kennslu mikið að legum ábendingum kennsluaðferðir og tækni og ég bara að segja þetta og ég ætla bara að hafa þetta flokka sem grein og við verðum að velja efnisflokk og efnisflokkana að þetta eitthvað sem við eigum bara eftir að þróa
og byggja upp svolítið svona safna af efnisflokkum sem að virka fyrir okkur. Fyrst í stað þá búið að setja inn svona almenna efnisflokka og þá ætla ég að velja fyrir þetta. Ég ætla bara að taka starfsþróun. Það á nú alveg við upplýsingatæknitorgið og þá ég eiginlega kominn með allar upplýsingar sem skipta máli. Ég get bætt við einhver tög sem að nýtast þá í leit, gera eitthvað auðveldara að leita að, en ég þarf ekki að gera það, ég ætla að sleppa því núna. Og þá smelli ég bara á senda inn. Og skráning færsluna tókst og þá hún komin hér. Og það sem að gerist núna að aðrir notendur, þeir geta farið og metið, þetta gagnlegt? Og ef þeim finnst þetta gagnlegt, þá geta þeir smellt hérna á þennan einn. Ég get ekki gert það núna, út af því að ég sjálfur setti þetta inn og þá telst það þannig að ég búinn að kjósa þetta, þannig að ég get ekki gert þetta. En þegar við sjáum deilitorgið og allt sem að búið að pósta, að þá sjáum þið og þið komum til með að sjá þegar að þið farið hérna inn, að þið getið smellt hérna við þetta og þeim fleiri sem að kjósa eitthvað, þeim hærri verður talan þarna við hliðina á myndinni og þá fer þetta sem að verið að deila, að þetta verður efst í listanum og fólk sér þá alltaf lista sem raðaður eftir því hvað þykir gagnlegast. Og þið getið farið hérna inn á mismunandi flokka og skoðað bara sérstaklega upp fyrir kennara til dæmis og eftir því sem að við búum til fleiri efnisflokka þá verður þetta kannski svolítið svona meiri flóra sem að við höfum þarna til að velja úr og þarna getið þið sem sagt valið hvað gagnlegast og merkt við. Og ef ykkur finnst vanta, ef dettur í hug einhverja efnisflokka sem að þið vildu sjá þarna inni, að þá bara látið mig vita og ég get bætt þeim við. Og svo alltaf hægt að tengja færslur sem að eru komnar inn á efnisflokka eftir á. Ég kem til með að fara í gegnum þetta af og til og sortera og setja í efnisflokka sem að mér þykir hæfa. Og þá ekkert annað en að skrá sig bara á og fara að deila.